Ágætu forráðamenn og foreldrar, ég ætla að fara örsnöggt yfir það hvernig forráðamenn skrá veikindin í Innu. Það er langhentugast að ef að forráðamaður getur gert það, því þá þarf engar frekari staðfestingar við. Nemendur sem ekki eru orðin 18 ára gamlir, í þeirra tilfelli hefur forráðamaður aðgang að Innu, en það lokast sjálfkrafa fyrir hann þegar nemandinn verður 18 ára. Þá hins vegar getur nemandinn leyft aðgang forráðamannsins áfram og ég ætla að fara í gegnum það hér. Ef það er gert þá verða forfallaskráningar eða veikindaskráningar nemanda einfaldari. Nemandinn þarf þá að loka sig inn í Innu og þá birtist honum þessi valmynd hér með möguleikunum aðstandendur hérna uppi. Ef smellt hérna á aðstandendur þá birtist aðstandanda yfirlit og hér sjáum við að þessi nemandi á 2 aðstandendur og hérna aftast stendur að aðgangurinn sé lokaður, það stendur nei. Ef smellt er á þetta nei hér, þá birtist svona yfirlit og hægt er að breyta þessu nei í já. Ef þessu er breytt í já og smellt að breyta hér, þá opnast aðgangur aðstandandans og forráðamannsins aftur að Innu. Og þá getur aðstandandinn loka sig inn í Innu eins og venjulega, eins og hann gerði áður, getur smellt síðan hérna á skrá veikindi og ef hann gerir það þá birtist honum þessi valmynd hér. Hann hakar í daginn í dag og skrifar mögulega einhverju athugasemd vegna veikindan eða eitthvað þess áttar, smellir á senda inn og þá er skráning veikindana komin í Innu. Og ef að forráðamaður gerir þetta þarf ekki frekari staðfestingu, en ef að nemandi gerir þetta sjálfur þá þarf forráðamaðurinn að koma með vottorð eða nemandinn að koma með læknisvottorð. Að nýta þessa leið er fljótlegast og langhentugast fyrir alla.